E-twinning svona ótrúlega aðgengileg og auðveld leið til þess að tengja skólastofuna í aðrar skólastofur úti í heimi. Og það býður upp á öðruvísi samskipti, aukna víðsýni nemenda. Þau fá svona innsýn inn í aðrar skólastofur og það sem er verið að gera kannski á allt annan hátt. Og það svona, það kveikir á mörgu hjá nemendum, kveikir á alls kyns pælingum og hugsunum og eflir þau á margan hátt. E-twinning hefur bara alveg ótrúlega kosti og bara fyrir alla í samfélaginu, ekki bara kennarana, fyrir stofnunina og mest auðvitað fyrir nemendur vegna þess að þeir læra bara samskipti. Það svona það sem ég tek helst út úr þessu samstarfi. Það þessi samskipti og æfa sig að eiga samskipti yfir rafrænan vettvang og sýna ábyrgð í samskiptum og vera hluti af svona alþjóðlegu batteri sem að kennir þeim svo margt. Verkefnið byrjaði þannig, við vorum fyrst og fremst að tala hugsa nemendur og kennslu okkar og fá tækifæri til að gera eitthvað öðruvísi, eitthvað annað. Að fara út úr skólanum, þegar ég segja að fara út úr skólanum, að fara út úr skólalóðinu. Og heimurinn okkar að sjálfsögðu. Þetta stór heimur og e-twinning að gefa þeim tækifæri að luta til að sjá heiminn. Ég byrjaði fyrir meir en 20 ár, eða tæplega 20 ár, að ég var að kenna í framhaldsskóla þegar e-twinning kom til sögunni. Og mér finnst alveg ótrúlegt að skildi koma. Ég var í fyrsta hóp hjá MS í stór námskeið með öllum kennarum sem verða að kynna okkur þetta. Við ætlum að fara í svona Erasmus-verkefni, það var að kynna okkur bæði Erasmus og e-twinning. Og mér finnst ótrúlegt og frábært að þetta komin og þetta átti að vera miklu meira blöðin og fara með þetta alls staðar. Ég held þetta myndi auðvelda svo mikið fyrir kennara að þeir myndi nýta sér þennan leið. Þetta er mitt álit. Ég myndi segja að e-twinning bara þess háttar verkefni að það eflir borgaravitund nemandans, stafræna borgaravitund. Nemendur eru heilt yfir mjög færir á stafrænu vettvangi en þetta klárlega eitthvað sem að færða til þess að hugsa og færða til þess að skilgreina með sjálfum sér hvað stafræn borgaravitund og kennir þeim auðvitað sína ábyrgð sem alveg gríðarlega mikilvægt. Þegar maður að fara af stað, þá frábært að fá bara aðstöð frá Rannís eða e-twinning sendiherrum sem eru nú svona í hverjum landshluta til þess að ýta sér af stað í verkefninu og fá ráðgjöf hvernig best að byrja. Mín skilaboð til kennara varðandi e-twinning að stökkva á þetta afskaplega dýrmæta tækifæri til þess að krydda kennsluna. Fyrir mér þetta lífsnauðsynlegt að taka þátt í Evrópusamstarfi. Þetta heldur neistanum í mér sem kennara, sem fagmannesku. Og svona hjálpa mér við að þróa mína fagvitund sem alveg klárlega eitthvað sem gerist þegar maður stígur þetta skref að taka þátt í e-twinning.